Hvað með hvað mest á óvart? Frakkarnir bara, jafnvel. Hvað einhvern veginn sína aftur hvað þeir eru ógeðslega góðir. Þeir eru með fáránlega vel skipað lið og svona kannski einhverjir sem hafa ekki trúað þeim eftir EM síðast. Ég held að það hafi bara verið, þeir nefndu því hreinlega ekki. Núna að vinna allt, núna Ólympíuleikar hins vegar og þá allt önnur mótivering í gangi. Það verður ekki bara eitthvað óvæntum úrslitum. Geta allir unnið alla kannski. Það verður svona, kannski ekki allir en þessi topp 4 í hverju riðlinum eftir að vinna hverja aðra, þannig að það verður kannski svona jafnt hverju fara í undanúrslitin. Mest á óvart, það er svona hvort að koma einhver ný lið upp í toppsætin, svona í gegnum tíðina hafði alltaf verið sömu lið, en nú er bara spurning Ungverjana eða Suður-Kóreu, koma þeir loksins, gæti alveg trúað því. Ég held að það komist eitt óvænt lið upp úr riðlinum sem að keppa á móti okkur og ég að vona að við, eða svo sagt, já, ég er ekki búinn að ákveða það, ég bara veit ekki. Bara hvað íslenska liðið mun spila vel og kannski ekki koma óvart en það verður svona mjög ánægilegt fyrir okkur Íslendinga að ég trúi að því að liðið eftir að fara mjög langt og ná í verðlaun. Þessi afburða dómgæsla, hún verður stórkostleg. Ef ég geti spáð því þá myndi það ekki koma óvart, þannig að ég segi ekkert það. Það verður aðallega bara spennandi að sjá þessi riðill sem Ísland ekki í hvaða lið fara upp úr honum, þannig að ég myndi segja annarkvort liðið sem situr eftir í þeim riðli, það gæti komið óvart, hvaða lið það yrði. Það er margir sem spá því að Aron Pálmars verði meiddur, ég held að hann verði í dúndrandi stöðu og verði með markahæri mönnum mótsins og hann springi loksins almennilega út á stórmóti. Já, lélegt gengi Dana. Lélegasta lið keppninnar eins og sagði á hann. Bretland. Við höfum eftir að sjá lið spila handbolta sem að við höfum ekki séð svona, kannski handbolta svona stórmóti áður. Þessum gæðaflokki. Ef við köllum gæði, þar að segja. Ég sé svo sem ekki hvað ætti að koma mikið á óvart. Mér finnst þetta svona vera liggja nokkuð fyrir, eins og ég sagði áðan, hvaða lið fara í úrslit og hvaða lið standa uppi. Þetta eru þessi hefðbundnu sterku lið. Það getur verið að komið á óvart kannski að Frakkar fara ekki í úrslit. Ég held að það sem mest muni koma á óvart, það er standardinn. Ég held að hann er að hækka. Liðin í heiminum er að verða betri heldur en þau voru og bestu lið heims eru jafnar en þau voru. Þannig að Frakkarnir til að mynda þeir fara ekki létt í gegnum þetta. Dani geta strítt þeim og maður svolítið að bíða eftir Spánverjum. Þeir eru með hrikalega gott lið, valinn mann í hverju rúmi. Ég gleymi því ekki að það leika bara 14 leikmenn og þetta er spurningum hvaða þjálfari og hvaða lið nær að dreifa álaginu á leikmennina, það mun sem sagt koma best út.